Sælverið, ég var hér flugsmiðinni. Í dag ætlum við að heita flugu sem að heitir hvorki meira en minna en Peter Ross. Klassísk fluga, maður sjá, það stendur nú ekki eftir hvernig þessi fluga er hérna. Skosk upphaflega. Pétur Rauði eða Peter Ross. Frábær silungafluga, við nýtum hana í votflugu útgáfu. Og stélið af flugunni eru svona bekkfjöður af gullfassana, þannig við byrjum á því að bregða því á öngulinn og látum það standa svona aftan úr henni. Sjá, kannski aðeins styttra, svona. En Rossin er fyrst og fremst bleikjufluga, þó svo að Rossin drepi líka aðra fiska, urriða meðal annars. Við fengi sjóbirting á Peter Ross Suðurlandsdalnum. Jón heitinn Sigurðsson trúði mér ekki fyrir hann sá það með einu augum. En Rossin er tiltölulega einfalt flug í nýtingu þannig. Þannig að það sem kemur næst á fluguna er ávallt sem sé silfur og flatt silfur. Þannig að við byrjum að festa ávala silfrið hérna niður og bregðum okkur svo í flata silfrið. Við þetta sinn ætla ég að nota plast flatt silfur út af því ég bara nenni ekki að vera eiga við málmtilsynlið í svona litlar stærðir eins og þetta er númer króku númer 10 eða 12 sannlega. Svo, þá kemur tinnselið hérna, flata silfrið niður. Ætla að gera svona, brett upp á þetta. Ef menn nenna því, þá fer þetta alveg alls ekkert. En svo kemur búkurinn á flugunni, hann nær svona rétt rúmlega fram fyrir miðju, hingað, cirka. Stoppuðu með tvinnan. En við byrjum á því að vefja þá flata silfrinu niður. Og munið, einhver sagði að Peter Ross væri góð í dimmviðri og það er hún sannarlega. En ég mæli með því að prófa hann við aðrar aðstæður líka, sérstaklega ef það er bleikja. Og svo eru til hérna púpu útgáfur á honum sem við eigum eftir að nýta líka, allavega eina sem er þetta Jón heitinn. Hans útgáfu svona í púpu af þessari geggjuðu flugu. Og þá kemur ávala silfrið yfir hérna. Ég vafið svona. Læst niður hérna. Með 2 eða 3 þéttingsföstum vafningum. Svona. Svo er þetta bara klippt í burtu hérna. Því næst kemur búkurinn á fluguna. Það er að segja fremri búkurinn. Það eru áhöld upp með þetta, menn geta notað í þetta. Hann allavega á að vera, að minnst ákvæmst á að vera rauður og sumir setja hérna utanum hann vöf meðan aðrir gera það ekki. Ég ætla að gera það ekki núna, sleppa því. En þá er þetta svona, sem sé. Kemur þetta svona. Og ég nota í þetta klassíska árurugat, stólið frá móður minni. Eins og margt í þessu nýtingasetti, eða stólið, þú veit alveg að ég er að taka þetta. En er alveg sama. Svona þannig, eða hann nánast. Samt ekki alltaf. Mömmurnar eru góðar, ef það prjóna og er í ykkur í handavinni, þá er ýmislegt sem hægt er að fá þar í nýtingarnar. Svona. Þá erum við að sjá að taka þetta hérna, nei, það gera vanginn hérna, svona. Látum þetta duga. Svona. Þetta er sem sé frambúkurinn á fluguna kominn og þá er næsta skref, það er skegg á þessa ágætu flugu og skeggið erum við bara með hérna að 4. Það er svartur hani í skeggið. Og notum þetta
þetta og svo aðeins meira hérna af þessu. Þannig að þetta sé svona svolítið raunverulegt. Þetta er einhvern veginn svona. Svo er alltaf þetta að taka í skeggið á þessu og stilla þetta af og svona eftir á. Klippum þetta hérna frá endan. Passa að klippa ekki tvinnan í sundur. Svo er þá ekki detti nema bara vængurinn á þessa flugu sem er úr svona andafjöðrum sem eru sem eru tílfjöðrir eða þessi flank síðufjöðrir af stokkvönd. Þá er ekki detti nema vængurinn. Vængurinn er hér eða hluta á honum og við notum síðufjöður af stokkvönd í vænginn sem er hérna til bara eins og við notaði Teal & Black og Teal & Blue og fleiri geggjaða góðar silungaflugur. Notum vænginn hérna saman. Og vængurinn kemur hérna á þetta og ná svona eitthvað hingað hérna. Vængurinn á hana. Hress. Kátur. Stendur dálítið upp úr og það er allt í lagi. Lúkkar alveg eins og hún er. Þá er flugan bara eiginlega klár. Þá er ekki detti nema bara hausnútur á hana og lakk. Og ég ætla ekki að taka myndband af lakkinu. Það er á öllum flugunum. Við bara spjórum okkur í sekundum þar. Gerum hnútir hérna. En meðan við græja hnútir þá bara þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Minn ykkur á að setja like á vídeóið. Gerast áskrifundur á rásinu ef þið hefði ekki gert það nú þegar. Og deila vídeóinu. En þangað til næst þá þakka ykkur kærlega fyrir. Hér hafið klassíska flugu, Peter Ross. Við sjáum hress og kát í næsta myndbandi. Takk fyrir.